Já, gott fólk, verið hjartanlega velkomin að skjánum. Eh, Við ætlum ég ætla að halda áfram að reyna að vera með upplífgandi og góðan boðskap. Ég fekk góð viðbrögð og jákvæð síðasta sunnudag, en ein ábendingin var svo að ég væri komin í samkeppni við Víði og Þórólf og Ölmu og ég gæti ekkert keppt við þau, þannig að nú ákvað ég bara að vera á undan þeim. Og þið vitið það náttúrulega að það eiga allir að hlýða þessu fólki og ekki nýjasta slagorðið í dag meðal þjóðarinnar, ég hlýði Víði. Þess vegna ég til dæmis ekki búinn að láta klippa mig og var aðeins of seinn, en ég get nú bætt úr því. Ég var nú vanur að vera snóðaður hérna í gamla daga og þegar ég var í lögreglunni, og þannig ég get bara klippt mig sjálfur. En jú, þið fáið að sjá Víði svo eftir mér. Nú ég á undan honum og ætla að halda áfram að vera með svona hvetjandi og vonandi uppörvandi og styrkjandi boðskap, og við eigum þessa góðu stund saman. Ég ætla að byrja á því að lesa vers úr 58. kafla Jesaja, spádómsbók Jesaja í Gamla testamentinu, og það eru orð svona sem að tala svona inn í þessar aðstæður okkar í dag, fannst mér. Mér finnst þetta fallegur og góður texti og svona uppörvandi texti líka. Ég ætla að lesa hann áður en við byggjum aðeins og En það segir og þetta kafli sem að fjallar hvíldardaginn, að hvíldardagurinn fegins dagur. Nú eru allir dagar hvíldardagar, það ekki? Það jákvætt í öllum þessum aðstæðum, að það eru margir hvíldardagar. Og við getum notað þá daga til þess að næra okkur í íhugun og hugleiðslu og bæn til algóðs föður okkar á himnum. Og það mikilvægt að halda í trúna á þessum tímum, held ég. Ég ætla að lesa hérna frá sjötta versi til og með 12. Þetta svolítið langur texti en hann yndislegur. En það segir hérna, og það verið að tala föstuna. Ég nú þegar búinn að gera henni góð skil í síðasta mánuði í kirkjunni, þannig að ég ekki að fara að tala föstu, við getið treyst í. En það segir hérna í 7. versinu: Nei, sú fasta sem að mér líkar að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd oksins, gefa frjálsa hina hrjáðu og sundur brjóta sérhvert ok. Það að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bágstadda, hælislausa menn, og ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann, og fyrri stegi þann sem hold þitt og blóð. Þá skal, og þarna verið að tala þessi nýju fyrirheit Guðs, og hugsa ykkur hvað þau eru dásamleg. Við skulum taka þau til okkar hér í dag. Þá skal ljós þitt bruna fram sem morgunroði, og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýrð drottins fylgja á eftir þér. Þá munt þú kalla á drottin, og hann mun svara. Þú munt hrópa á hjálp, og hann segja: hér ég. Uppörvandi og yndisleg orð. Ég ætla að halda áfram. Ef þú hættir allri undirokun, og þarna kemur svona áminning til okkar sem samfélags og einstaklinga. Ef þú hættir allri undirokun, hæðnisbendingum og illmælum, ef þú réttir hinum hungraða brauð þitt og seður þann sem á bágt, þá mun ljós þitt renna upp í myrkrinu og niðdiman í kringu þig verða sem hábjartur dagur. Þá mun drottinn stöðugt leiða þig og seðja þig. Þótt þú sé staddur á vatnslausum stöðum, þá mun hann seðja þig.
og styrkja bein þín. Og þá munt þú verða sem vökvaður aldingarður og sem uppsprettu lind aldrei þrýtur. Þá munu afkomendur þínir byggja upp hinar fornu borgarústir og þú muntu reisa að nýju múrveggina legið hafa við velli marga mannsaldra. Og þá munt þú nefndur verða múrskarðafyllir, farbrauta bætir. Hér endar þessi fallegi texti. Og ekki yndislegt að þessi orð Drottins sem eru töluð til þín og okkar og mín í dag, og það segir í orði hans að hann gjörir stigu okkar slétta. Það rauninni það sem hann segir að hann verður okkar farbrauta bætir. Það dásamlegt. Og það segir líka í Orðskviðunum 4:18 að gata réttlátra eins og bjartur árdagsljómi. Og það nákvæmlega það verið að tala ljós hér og sem brunar fram eins og morgunróði. Þetta eru mjög kraftmiklir og yndislegir textar. En við skulum bara lyfta okkur og í bæn, og mér langar til að biðja alveg sérstaklega fyrir svona þessu fólki sem að vinna í okkar þágu dag og nótt á bak við tjöldin. Það ekki bara þeir sem standa í fararbroddi eða forystu. Það þetta mikilvæga fólk sem að sinna öllum þeim sem að koma veikir og eru veikir inn á sjúkrahúsum. Það eru hjúkrunarfræðingar, læknar og sjúkraliðar og alls konar fólk sem að sinna öldruðum á elliheimilum og sjúkrahúsum og gjörgæslu. Þetta fólk að leggja mikið á sig og það líka að leggja sjálft sig í hættu og hugsanlega fjölskyldu meðlimi sína líka sem að okkur kærast af öllu. Þannig að við skulum biðja saman. Þakka þér heilagi himneski Faðir og lifandi Guð, þú heyrir bænir okkar. Og þú ert sá sem allt vald hefur og þú ert sá sem skapaður okkur eins og við erum, Drottinn. Við þökkum þér fyrir þetta líf sem að við eigum í þér. Við þökkum þér fyrir þennan dag og við þökkum þér fyrir orðið þitt sem er elskuvert og gott og sem að hvetur okkur áfram, Drottinn. Við langar líka til að þakka þér, Drottinn, fyrir allt þetta starfsfólk í heilsugæslinu inn og sjúkrastofnunum og öldrunarheimilum, Drottinn. Þakka þér fyrir allt þetta góða fólk, menn og konur sem að sinna ættingjum okkar, sem að sinna samfélaginu, Drottinn, og leggja sjálft sig í hættu og það mætir í vinnuna án þess að hugsa sig Drottinn. Og það að fórna miklu og kemur þreytt heim vegna þess að það gríðarlegt álag. Og ég þekki þá, Drottinn, hafandi verið í mínu starfi sem lögreglumaður í tæp 30 ára, að þegar að virkilega áreyndi og þegar mikið stóð til og þá var mikið álag og þetta tekur toll af fólki. Ég biðji, Drottinn, núna að við lyftum þessu fólki upp í bæn til þín, Drottinn. Að þú veitir þeim friðinn þinn, að þú veitir þeim styrk, djörfung og mátt til þess að takast á við þessar aðstæður. Vera ekki hrædd, taktu ótta og kvíða frá þeim og viltu farsæla störf þeirra áfram, Drottinn. Þannig að við náum að vernda líf. Þetta mikilvæga líf sem að þú hefur gefið okkur og skapað, Drottinn. Að okkur takist að vernda þjóðina frá hörmungum. Og við trúum því að þú getur líka gert það, Drottinn. Þú gerir það svo sannarlega. Þú ert með okkur og ég trúi því að þú sért að tala til okkur og viljir hvetja okkur eins og þessum texta sem ég var að lesa, Drottinn, að við stöndum saman og hugum hvert að öðru með kærleiksríkum hætti og virðingu og lærum að hlusta á hvort annað. Þess bið ég í Jesú nafni. Amen. Amen. En það sem að mig langar til þess að tala í dag, það er svona, já, kannski má segja framhald af því sem að
ég var að tala síðast. En stóra spurningin kannski hjá okkur er þessi í dag. Hvernig vitum við hvort að Guð sé til? Það eru örugglega margir sem að spyrja sig það á þessum tímum. Og hvernig vitum við hvort Guð sé bara yfir höfuð að gera eitthvað, ef hann er þá til? En við sjáum það mjög víða í ritningunni, bara áhrifamiklar lýsingar á Guði að verki, þar sem hann er að verki og er að starfa. Og ég ætla bara að nefna nokkuð dæmi sem minnir okkur á það og mörgum finnst þetta svona rosalegar lýsingar, dramatískar lýsingar og ótrúlegar sögur. Þannig að það er erfitt kannski fyrir fólk að trúa þeim. En ég get nefnt bara þegar Guð var að verki, eins og dæmi það þegar Guð var að verki, að þegar hann opnar Rauðahafið og Móse leiddi ísraelsku þjóðina út úr þrælahúsinu, líkt og Egyptaland var kallað á þeim tíma. Hebreska þjóðin eða Ísraelar, þeir voru þrælar hjá Egyptum. Hvernig Móse leiðir þessa þjóð út úr, þessa útvöldu þjóð út úr Egyptalandi. Við getum líka nefnt bara spámenn Guðs, bara eins og Jesaja sem ég var að lesa úr hér áðan, Jeremía og fleiri sem að Guð kallaði fram til þess að halda svona fána sínum á lofti, merki sínu á lofti, og oft á tíðum þurftu þeir að koma með alvarlegan og áminnandi boðskap, þannig að þeir voru oft þeir voru jaðarsettir. Þessi spámenn, þeir hafa ekki alltaf gleðilegur og góður boðskapur sem þeir voru með. Þeir voru áminna fólk og þjóðir það að styrkja siðferðið sitt og snúa sér til Guðs, ekki trúa á falsguði og falsgoð. Þannig að þeir voru oft bara að starfa undir svona lífshættulegum kringumstæðum, ef maður getur sagt sem svo, að ekki sé talað, kæri vinir, öll þessi undur og stórmerki og kraftaverk sem að Jesús gerði þegar þessi 3 ár sem að hann var hér á meðal okkar. Og þarna er ég búinn að nefna mörg dæmi það í Biblíunni, þar sem að Guð er mjög sýnilegur og hann er virkur. Og það er ekkert undarlegt þegar við spyrjum eins og bara í dag, er Guð virkur í dag? Er hann að gera eitthvað í dag? Við sjáum líka á öðrum tímum í ritningunni, þá er nefnilega eins og Guð sé bara ekki að gera neitt. Eins og til dæmis þegar að Marta og María sendu boð til Jesú, það er sagt í Jóhannesi, 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls, að Marta og María, Lasarus bróðir þeirra, var að deyja. Þetta voru vinir, mjög nánir vinir Jesú. Og við munum það að María var þessi kona sem að þvoði fætur Jesú í tárun sínum og þerraði fætur hans með hári sínu. Og þær bjuggu í Betaníu og þær sendu honum sem sagt orðsendingu. Hann var einhvers staðar 2 eða 3 daglegir í burtu að Lasarus sé veikur heima og hann sé bara að dauða kominn. Og Jesús, hann var nú ekkert að hlaupa neitt alveg til. Og þarna erum við að tala fólk sem hann elskaði mjög mikið, fólk sem hann var gestkomandi hjá og fekk húsaskjól og mat. En það segir í Jóhannesi 11:5-6, það segir: Jesús elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lasarus. Og þegar hann frétti hann væri veikur, það segir Jesú, var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Mjög undarleg viðbrögð. Af hverju skyldi þetta hafa verið? Jú, tímasetning Guðs er ekki svo sama á okkar. Og Guð lætur ekki stjórna sér því að hann er með allt vald í hendi sinni og hann getur læknað, gefið líf og grætt og hann þarf ekki að vera
sjáanlegur beint fyrir framan þig. En það er það sem að svona, kannski er svo erfitt fyrir okkar að gera okkur að svona skynja eða skilja hvernig Guð starfar og hvort hann sé yfir höfuð að gera nokkuð fyrir okkur eða svara bænum okkar. En ég trúi því, og eins og ritningi segir að Guð hefur gefið okkur heilagan anda til þess að skilja nærveru hans og gera okkur grein fyrir því hvað hann er að gera. En þegar við efumst og erum að reyna svona átt okkur á því hvort Guð sé yfir höfuð að gera nokkuð, þá þurfum við einmitt að hafa þetta í huga sem ég var að tala. Við þurfum að gera okkur það ljóst að það krefst þolinmæði, þrautseigju, þar sem að Guð hefur allt aðra áætlun og tímasetningu heldur en við sjálf, alveg svo við getum glöggt séð í þessari frásögu Jóhannesar varðandi Mörtu og Maríu. Og stundum er bara, og ég hef upplifað það sjálfur og upplifað það ofta, það er virkilega erfitt að skilja nærveru Guðs. Mikið áreiti í lífinu. Það getur líka verið efasemdir bara að Guð sé til. Ég efast ekki að hann sé til. Hann er til og hann vakir yfir þér. Og hann er kærleiksríkur Guð. En hann virðist stundum fjarlægur og það hef ég upplifað. Og við efumst að hann sé að gera eitthvað í lífi okkar. Og sumir bara vilja meina að hann sé bara ímyndunin ein. En ef við erum opin fyrir því, kæru vinir, hann sé raunverulegur og að hann beri umhyggju fyrir okkur, þá getum við séð öll fingraför hans í kringum okkur. Fingraför hans liggja allt í kringum okkur, í sköpunarverkinu, á þér líka. Og í þessu sambandi þá er mjög mikilvægt að minnast bara annara mikilvægra frásagna í Biblíunni. Og það eru tímar þar sem að Guð virtist bara ekkert vera að gera. En þau fyrirheit sem hann hefur gefið stendur hann við. Og í þessu sambandi er mjög mikilvægt að minnast frásagna í Biblíunni eins og þegar Abraham og Sara Abraham fékk þetta fyrirheiti Guðs að Sara, kona hans, sem hét Sara í áður, að hún myndi eignast barn. Þá þurftu þau að bíða, og hversu lengi haldið að þau hafi þurft að bíða? Abraham átti börn með sínum konunum, hann átti ambátt eina sem hann eignaðist börn með, og það særði Söru, og hún var líka ofsótt á þessari ambátt Abrahams, sem hann hafði eignast börnin með, og hún hafði örugglega upplifað mikla sorg og ábyggilega efast mikið að Guð væri yfir höfuð til og væri að gera nokkuð. En hvað gerir svo? Abraham fær þetta fyrirheiti Guðs að hann myndi eignast barn, og þau þurftu að bíða þangað til þau voru háöldruð. Og Sara komin langt fram yfir barnseignaraldur. Þetta átti ekki að vera hægt. Hún var nýræð, en hann var 100 ára. Og við skulum aðeins bara líta á viðbrögð Abrahams. Og þau eru margt lík okkar viðhorfi og okkar viðbrögðum þegar við erum að hugleiða hvort að Guð sé til og hvort hann aðhafist eitthvað, sé aðhafast eitthvað. En þegar að engill Guðs færir Abraham þessar fréttir, þá féll Abraham fram á ásjónu sína og hló. Og taki eftir þessu, hann hugsaði með sjálfum sér, getur 100 ára maður eignast börn og getur Sara nýræð alið barn? Og hann bara hlóa þessu. Er þetta ekki dæmigerð viðbrögð okkar á okkar tímum? Guð, hver er þessi Guð? Getur hann eitthvað gert? Og hvernig getur hann læknað mannin minn á COVID-veirunni eða hvernig getur hann komið í veg fyrir að við smittumst ekki eða ég smittist ekki eða barnabarnið mitt smittist ekki? Ég á 8 barnabörn.
yndisleg barnabörn, ekkert er það eins, öll hafa þessum karakter en þau eru virkilega gefandi og elskurík. Og Abraham sagði við Guð, þá hafði hann átt börn með þessari ambátt sinni, Hagar, og hann segir við Guð, mætti Ísmael, það var sá sem hann átti með Hagar, lifa frammi fyrir þínu augliti, segir hann. Hann var sem sagt bara sáttur við það. Hann var ekkert að hugsa hvernig Söru leið. En Guð sagði, nei, Sara kona þín mun fæða þér son og þú skalt nefna hann Ísak og ég mun setja honum sáttmála minn, eilífan sáttmála við niðji hans og eftir hann. Og þetta alveg mögnuð frásaga og þetta gerðist, þetta fyrirheit gekk eftir mörgum árum seinna þegar þau voru háöldruð. Hvað skildu þau hafa hugsað á meðan þau voru að bíða eftir því að þetta fyrirheit Guðs kæmi fram? Hann svaraði bænum Söru, þessari þráum að eignast barn. Og við höfum svipað dæmi þetta í fyrri Samúelsbók, 1. kafla, það sem sagt frá Hönnu og það fjallað lofsöng Hönnu, hvernig Hanna fylltist lífshamingju og gleði þegar hún loksins eignaðist sitt fyrsta barn, Samúel, sem var síðar dómari í ísraelsku þjóðarinnar. Hún átti eiginmann sem hét Elkana og hann hafði tekið sér hjá konu sem hét Penninna og átti með henni börn. Og hún líka ofsótti Hönnu. Hún hefur örugglega látið hann að finna fyrir því að hún væri einskis virði af því hún gæti ekki orðið þunguð og átt barn. En Guð hafði aðra áætlun. Og þessi Penninna, hún var bara andstyggileg við hana og sem gerði það verkum að Hanna, hún lét sig hverfa en tíma en kemur síðan aftur tilbaka þegar hún fær þetta fyrirheitum að hún verið þunguð og hún var þunguð af eiginmanni sínum, Elkana, og hún fæðir Samúel. Og hún segir hérna í 1. Samúelsbók, 1. kafla, 27. versi til 1. vers í 2. kafla. Þar segir hún, hjarta mitt fagnar í drottni, því að ég gleðst yfir hjálp þinni. Enginn heilagur sem drottin. Enginn er til nema þú. Enginn klettur sem Guð vor. Og síðar verður Samúel sonur hennar dómari í Ísrael og á eftir honum tekur Sál við, sem við þekkjum. Sál sem varð konungur ísraelsku þjóðarinnar og ofsótti Davíð. Og að lokum þá langar mig til að nefna enn aðra dæmisögu, þar sem ekkert virtist ganga og Guð virtist fjarlægur. Það frásagan Jósef, þegar bræður hans kasta honum í brunn, koma heim og segja föður sínum að ljónin hafi tætt hann í sig og étið hann og drepið hann. Þeir voru svo öfundsjúkir út í Jósef. Hann var yngstur þeirra og síðan bara í stuttu máli hann hnepptur í þrældóm og hann fangelsaður saklaus, hann dæmdur saklaus. En hvað gerist svo? Það líða mörg ár þar til hann hlotnaðist uppreist æru og hann kemst í gríðarlega háa valdastöðu. Og vegna hvers? Jú, vegna þess að hann trúði á Guð. Hann gafst aldrei upp á Guði og hann trúði á fyrirheit hans og hann hélt sig líka við orðið að þegar hann hafði fullt af tækifærum til þess að ljúga sig áfram eða bæta stöðu sína með því að kannski nýta sér aðstöðuna og koma öðrum í erfiðleika, þá hefði hann hugsanlega getað það, en hann hélt sig alltaf við sannleikann og hafði sterka trú á mætti Guðs. Og að löngum tíma liðnum þá kemst hann í valdastöðu í Egyptalandi. Og það verður til þess að hann gat veitt fjölskyldu sinni hjálp á dögum neyðar, á dögum fátæktar, uppskeruskorts og plágum sem riðu yfir landið.
og yfir þjóð hans og forfeður hans. Og hann reisir upp samband sitt við fjölskyldu sína og þessa bræður sína sem höfðu í rauninni komið honum í þessar aðstæður. Hann fyrirgefur þeim. Og það svolítið merkilegt líka að ef við förum svo aftur núna yfir í Jóhannesar guðspjall, 5. kafla, að þá hann að tala til lærisveinana sinna. Hann hafði læknað mann á hvíldardegi. Það sagt frá því við að það var svona laug sem var kölluð Betesdalaug og ákveðnum tíma dags að þá hræriði Guð vatnið, þannig að þeir sem komust út í þetta vatn, þeir urðu að greiða einhvern pening og síðan gátu þeir farið út í vatni og þeir fengu lækningu og alls konar kraftaverk gerðust. Og þarna var sjúkur maður sem hafði setið við Betesdalaug í 38 ár og hann var lamaður, þannig að hann gat ekki gengið, þannig að það var alltaf einhver annar á undan honum sem komst í laugina og þá missti hann af lækningunni. Og Jesús mætir þessum manni og þetta svona saga sem veitir okkur hugrekki og styrk í trúnni. Og hann ávarpar hennar mann og spyr hann hvort hann vilji vera heill. Og þá segir hann bara, ég bara hef ekki getað vegna þess að ég næ ekki að komast út í, það alltaf einhverju undan mér. Og þá segir Jesú þessi stórkostlegu orð, tak rekkju þína og garg. Og það segir að maðurinn hafi tekið rekkju sína og gengið í burt. Og þetta í 5. kafla Jóhannesar guðspjalls, 16. Í þessum kafla, man ekki nákvæmlega versinn, en síðan mætir hann gyðingunum og þeir spurja hann hvað ert þú að bera? Hvað ert að bera sængina þína? Hvað ert að bera rúmið þitt á hvíldardegi? Veist ekki að það má ekki vinna á hvíldardegi? Þetta var lögmálið. Þetta voru bókstafstrúar mennirnir sem lifðu í hræsni og héldu að þeir gætu verið heilagri og merkilegri en aðrir ef þeir færu eftir lögmálinu. En lögmálið dómur, kæru vinir. Það það sem að Guð bendur okkur á með Gamla testamentinu, að lögmálið dómur og við getum ekki uppfyllt lögmálið. Það var bara einn sem gat uppfyllt lögmálið og hann heitir Jesús Kristur og það var hann sem leysti okkur undan lögmálinu. Þannig að við lifum sem frjálsir einstaklingar vegna þess sem að Jesús gerði á krossinum, vegna krossdauða hans. Hjálpræðisverkið liggur í því sem að Jesús vann fyrir okkur. En það segir í 16. til 17. versi í 5. kafla, þá segir, nú tóku þeir að ofsækja Jesú, það segja gyðingarnir, fyrir það að hann gerði þetta á hvíldardegi, því að þeir spurðu manninn og maðurinn svaraði náttúrulega að hver hefði læknað hann? Það var Jesús, segir hann. Þannig að þeir tóku að ofsækja Jesú fyrir þetta, að hann skildi hafa ekki vogað sér að gera þetta á hvíldardegi. Og sjáiði þetta, að þetta eitt af boðorðunum 10 í lögmálinu, að okkur gert að halda hvíldardaginn heilagan og laugardagur var hvíldardagur gyðinga. Og hann þarna að ræða við lærisveinana og síðan segir hann við þá, en hann svaraði þeim, Faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Þetta ekki mögnuð orð? Þú sem kannski situr og ert að hlusta og þú ert í þeim aðstæðum að þér finnst Guð fjarlægur og þér finnst hann ekki nálægur og þú efast jafnvel að hann sé til. Jesús segir, Faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Og ég ætla að fara að ljúka þessu og ég ætla að taka þetta saman svona í 3 meginatriði. Og í fyrsta lagi, þá Guð persónlegur Guð, hann lifandi, skapandi og máttugur. Hann skapaði himin og jörð og allt sem á hann dýr, merkurinnar og svo framvegis, og hann skapaði mannin í sinni mynd og hann gaf honum vald yfir jörðinni.
Hann gaf honum heimild til þess að nefna dýrin og nýta jörðin og yrkjana. Og talandi um það, talandi um kolefnisspor og kolefnisjöfnun og ég veit ekki hvað og hvað, höfum við verið góðir ráðsmenn þess sem að Guð ætlaði okkur að gera. Höfum við sem mannkinn staðið okkur í því og axlað þá ábyrgð sem að Guð kallaði okkur til að gera. Hann kallaði okkur til þess að nýta hana, stjórna náttúrunni og stjórna og nýta náttúruauðlindir en ekki að ganga jörðina á sóðalegum skónum. Kannski erum við kannski er þetta, kannski erum við þeirri stöðu núna í dag að sjá að við höfum ekki verið skynsum og við höfum fjarlægst Guð á svo margan hátt, ekki bara þetta. Og áður en heimarnir urðu til, þá hafði hann myndað þig í móðurlífi móður þinnar. Það segir í ritningunni. Og síðan býður hann okkur leið til frelsis í gegnum son sinn Jesú Krist með mjög kröftugum hætti. Og þannig öðlast allir þeir sem trúa og treysta á frelsarinn Jesú, þeir öðlast nýtt líf. Við getum meðtekið fyrirgefningu syndana og við fáum öðlust eilíft líf. Fyrirheitum eilíft líf. Og kæri vinur, þú sem ert að horfa og hlusta, þú hefur tilgang, þú hefur merkingu. Þú ert mikilvægur einstaklingur í kærleiksríkum augum Guðs. Trúðu því og treystu því að þú ert það. Þú hefur tilgang og þú hefur merkingu og það er tilgangur með þessu lífi. Og það kom svo vel fram í textanum hjá Jesaja, hver tilgangurinn er. Það er að við sýnum öðru fólki kærleika, virðingu, góðvild og gæsku. Og hugsum þá sem minna mega sín og eiga bátt. Og það er það sem að læknar og hjúkrunarfólk og sjúkraliðar er að gera. Og það sem meira er, hann býður þér inn í fjölskyldu sína. Hann býður þér að erfð ríki sitt og eilíft líf. Og þetta er kannski svolítið fjarlægt og svolítið svona virkar undarlegt á þig sem ert að hlusta. Og ert ekki kannski svona að rækja trúna þína. En í þessu felst þessi mikla von. Það er þetta sem að við erum að gera og við trúum á þegar við erum að jarðsetja ættingja og vini okkar, að Guð taki við þeim og einn daginn þá munum við sameinast. Það sem er engin þjáning lengur, ekkert böl, af því að við munum eignast þetta eilífa líf, taka við í að erð, ef við fylgjum boðum hans. Og þetta er þetta mikilvæga ljós sem að lýsir okkar upp okkar myrkustu stundir lífsins og leiðir okkur í gegnum völundarhús tilverunar sem lífið og tilveran er. Í öðru lagi þá getum við í dag séð verk Guðs í gegnum einlægar bænir okkar. Bænin er mjög mikilvæg að því leyti að hún beinir sjónum okkar að Jesú. Og bænin, og þetta hafa margar rannsóknir sýnt, að íhugun og bæn, hún slær á ótta og kvíða. Og bænin framkallar ákveðin svona boðefni og efnaskipti í heilanum sem eru mjög, mjög mikilvæg. Þannig að eins og ég sagði áðan, notum þessa hvíldardaga sem við erum í núna. Það er að segja þeir sem að þurfa ekki að ganga vaktir og vera að vinna og vonandi fáið tíma og tækifæri til að hvílast og að þá getum við farið með bæn, hugleitt það, hvaða tilgang þú hefur og hvaða tilgangi þú ert að þjóna. Og þegar við erum virk og stöðug í bæninni, þá nefnilega getum við með öruggari hætti greint verk hans og verið beinir þáttakendur í áætlun hans með líf okkar. Og verðum bara og getum verið svona meira hlutakendur í hans guðlega eðli. Og þá spyrum við, hvernig verðum við það? Hvernig get ég orðið hlutakandi í guðlegu eðli? Jú, með því að lifa í andanum. Páll segir í 5. kafla Galatabréfsins, fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andanum. Og þá spyr þú kannski, hvert er eðli Guðs? Páll útlistar það mjög vel hvert eðli Guðs er og það undirstrika þessi orð Páls undirstrika nákvæmlega hvernig Jesús var því
því að Páll var vitni af því sem að gerðist á þessum tíma. Hann var einn af postulunum og lærisveinum Guðs. Jesús segir. Og hann segir í versunum á undan, hann í 5. kafla Galatabréfsins, 23-24, hann orðar þetta svo vel. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, það er að segja þolinmæði og þrautseigja, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsægi, það er að segja sjálfstjórn. Og nú ætla ég að fara að enda þetta í þriðja og síðasta lagi. Þá verða verk Guðs okkur ljós þegar við höfum þetta auðmjúka og undirgefna hjarta sem er forsenda þess að við getum lært að hlusta eftir honum og hlýða leiðbeiningum hans, fara eftir þeim. Þegar við einbeitum okkur að orði hans í Biblíunni, líkt og þessum orðum hér að framan, sem að ég er búin að fara yfir, þá hreinsar það huga okkar og hjálpar okkur til þess að meðtaka og skilja hvaða fyrirætlanan hefur með líf hvers og eins okkar. Og við öðrum skýra sýn á hvernig lífi hann vill að við lifum og lærum betur að skilja þennan tilgang okkar á þessum tímum sem við lifum á. Hvaða merkingu hefur það til dæmis fyrir þig og mig að sýna góðvild og gæsku? Hvernig get ég sigrast á áhyggjum og kvíða? Hvernig get ég öðlast og meðteki friðinn hans, frið sem er æðri öllum skilningi? Sjálfsaga og sjálfstjórn, með því að tilenga okkur þessi persónueinkenni Jesú sem að Páll var að lýsa. Og Páll er einmitt að lýsa þessu hvernig fyrirmynd Jesú var og hvernig fyrirmynd hann er enn þann dag í dag. Og þeir sem vilja þiggja og taka við náðargjöf Jesú, taka við þessari gjöf úr hendi hans sem hann réttir til því núna á þessari stundu. Það er mjög mikilvægt að gera það. Við þurfum ekki að gera neitt annað en að vera við sjálf og taka orð hans alvarlega og boðskap hans alvarlega og reyna að líkjast honum í einu og öllu sem við tökum okkur fyrir í lífinu. Erum við kannski of upptekin við að reyna að leysa sjálf úr áhyggjum okkur og kvíða? Erum við of upptekin við hluti sem við höldum að færa okkur fullnægju en eru einskisvirði? Hverfulir hlutir, eins og peningar, alls konar tæki og tól sem við söngum að okkur, bílar. Og við höldum að þetta sé það sem að geri lífið okkar dásamlegt og færir okkur frið í sálu og útskúfar áhyggjum og kvíða. Nei, alls ekki. Þetta eru hverfulir hlutir og þeir skila líka ekki því hlutverki sem að við vonuðumst til að þeir myndu gera þeir uppi staðið. Og ef þú ert á þeim stað að þið langar til að átta þig á því hvort að Guð er til og hvort hann sé að gera eitthvað núna í þessu augnabliki, hvað er hann að gera? Að gegnum bæn og gegnum samtal við hann, þá getur Guð veitt þér nýja sýn. Hann getur veitt þér ferska sýn, nýjan innblástur og nýtt upphaf, kæru vinir. Beinum sjónum okkar á Jesú. Ég ætla að enda þetta núna á bara stuttri bæn. Þetta er það sem ég vildi segja í dag. Vonandi hafið þið haft úthald til þess að vera með mér. Og þetta er ekkert sem að ég hristi svo sem fram úr erminni, því að ég þarf að hafa mikið fyrir flest öllum hlutum eins og þú í lífinu. En ég vil vera Guði trúr, sína trúmennsku og ég vil blessa og ég vil uppörva með orði Guðs. Og við skulum biðja. Já, lifandi Guð, við bara lofum þig, Drottinn, og þökkum við fyrir allar þessar bakvarða sveitir, Drottinn, sem er að starfa og vinna, Drottinn. Fólkið á bakvið tjöldin sem er að vinna þessi erfiðu verk núna, Drottinn, á þessum tímum þessum undarlegu og fordæmalausu tímum sem við lifum á, Drottinn. Viltu blessa alla lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða,
allt tæknifólk, vísindamenn og konur sem að vinna á rannsóknarstofum og vinna á gólfinu drottin, að sinna fárveikum sjúklingum. Ég bið vernd yfir þá drottin, yfir alla þessa einstaklinga. Viltu vernda þau öll fyrir smiti. Og þetta fólk að leggja á sig ómælda vinnu og setja sig í hættu og jafnvel fjölskyldu sína drottin. Ég bið bara blessun þína yfir lífi þeirra og vernd og við erum þakklátt fyrir störf þeirra og líka þeirra sem að stýra og stjórna. Viltu gefa þeim visku og vísdóm inn í það drottin. Svo bið ég þig að lokum að gefa okkur góðan dag. Viltu líka endurnýja hugmyndir okkar þig. Viltu endurnýja viðkynni okkar, þín og mín. Og endurnýja hugsanir okkar og fyll okkur að nýjum þrótti, nýrri djörfung og styrk til að halda út. Og við trúum því að orðin þín standa drottin, að blessanir þínar og náðargjafir þínar sem að þú vannst okkur á krossinum drottin með blóði þínu. Elsku Jesús, biðum þig að varðveita okkur sem þjóð. Talaðu til okkar drottin og við trúum því að þú sért að vinna líka á bak við tjöldin. Alveg svo þetta fólk sem að við sjáum ekki, sem að ég var að tala það raunverulegt en við sjáum ekki verkin þeirra. Og ég trúi því líka að þú sért raunverulegur. Þó við sjáum ekki verkin þín, þá vitum við að þú ert að gera eitthvað og þú ert að starfa. Og við þökkum þig fyrir það, algóður Guð. Og viltu vernda fjölskyldur okkar og vini og ættingja. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Kæru vinir, það var yndislegt að eyða þessum tíma með ykkur í dag. Þetta var svolítið langt, en þetta mikilvægur boðskapur og þið getur hort á þetta aftur og líka þeir sem að mistu af þessu, þetta mun vera aðgengilegt bæði á fésbókarsíðu kirkjunar og líka í hópnum við í Íslensku Kristkirkjunni. En ég vil þakka þér fyrir að vera það sem þú ert. Þakka þér fyrir að hlusta og horfa. Megi Guð gefa þér góðan dag og farsæla líf þitt næstu vikur og ár. Þess bið ég. Í Jesú nafni. Amen. Guð blessi þetta daginn.